Árstíðirnar eru jafn ólíkar og fugl og fiskur hérna á Íslandi. Á sumrin bjart og hlýtt en á veturna dimmt og kalt. Ferðaþjónusta orðin ein helsta tekjulind landsins og ein hættan sem steðjar að ferðaþjónustu aðilum munurinn á vertíðum í fjölda ferðamanna. Við kíktum á gamla bauk á Húsavík, rótgróið og vinsælt veitingahús í hjarta bæjarins og heyrðum hljóðið í Kristjáni Erni Sævarssyni en hann tók við rekstri staðarins 1. maí síðastliðinn. Nú aðeins farið að sigla inn í veturinn. Nú byrjar vetur, já. Já, hvernig finnið þið fyrir því? Já, það stór munur á sumri og vetri. Það alveg gríðarlegur munur. En það minni yfirbygging, það bara starfsfólk og maður setur bara fleiri beitur á önglana. Það er að reyna að trekkja aðeins. Já. Eru þið með eitthvað svona skemmtilegar hugmyndir til þess? Já, við reynum að breyta á tónleikum og ýmsu svona bara helgar. Eða svona einhverjar helgar á veturna. Og svo erum við náttúrulega alltaf með hádegismat sem hugsað sem hálfgerður heimilismatur fyrir vinnandi fólk hérna í bænum, bæði sem sendum í fyrirtæki og fólk kemur hérna til okkar. Það fengir bara fína viðtökur, þannig að það er alltaf eitthvað. Já, finnst fólki ekki bara huggulegt að koma hérna og fá sér í hádeginu? Ég sé ekki annað, en það komið mikið af fasta konum. Já, einmitt. Sama fólki, aftur og aftur. En hvernig var þetta í sumar? Húsavík breytist nú eiginlega bara í hálfgerðan túristabæ á sumrin. Já, þá er bara fullt hérna frá morgni til kvölds. Það er bara nánast alla dag. Þannig að það er töluverður munur á því, eins og sér. Það við tala hérna miðjan dag og við erum nánast einn í húsinu. Húsavík það vinsæll ferðamannabær að sumri til að margir hafa atvinnu beint og óbeint af ferðaþjónustunni. En ætli vetravertíðin sé hörð í horn að taka fyrir þetta fólk? Nú kannski meira þess sem ég heyri. Ég hef ekki reynsluna af hardcore vetri, en menn eru ánægðir með það sem það séð undanfarin 2 ár. Það náttúrulega atriðina sem að trekkja meira að. Menn sigla meira núna heldur en þeir hafa verið að gera síðustu ár. Menn hafa verið að lengja tímabilið í að sigla í hvalaskoðun til dæmis. Þannig að menn sigla hérna alveg bara til jóla ef að veður leyfir og byrja aftur í mars. Þannig að það tímabil orðið miklu lengra heldur en það var hérna fyrir einhverjum árum síðan. Svo var að bætast hérna náttúrulega við þessi gullfallegu sjóbauðinu sem að hafa trekt vel að. Það eru Íslendingar líka? Íslendingar líka, alveg. Maður sér það helgar töluvert af Íslendingum sem koma hérna og gista hérna á hótelinu og fara í bauðin og svo náttúrulega, það má ekki gleyma jarðgöngunum. Ég meina það aðalega göng, stytta leiðin og auðveldana á veturnar, kannski meira auðveldana heldur en hitt, að það meira aðgengi frá Akureyri til dæmis sem náttúrulega þokkalega stórt markaðssvæði og menn sá ekki hérna síðasta veturinn að Akureyringar hefðu bara verið nokkuð duglegir að koma hérna í alls konar aðþrengingu, hvort sem það var litlir árshátíðahópar eða bara kvöldstund hérna og böð eða hvað það er. Þannig að ég held að menn séu gríðarlega bara ánægðir með að þetta séu upplið. Gamli baukur á besta stað, í hjarta hafnarinnar sem oft iðandi á lífi, jafnvel á vetramánuðum. Ekki flott fyrir ykkur þegar fólk kemur svona frekar frostbitið af sjónum að koma það ekki aðeins hérna inn og ylja sér? Þau koma inn og ylja sér og margir fá sér eitthvað. Svo lengi sem það ekki sjóveikt, sko. Nei, einmitt. Þú ætti kannski bara að bjóða upp á sjóveikspillu líka. Nei, það kannski verið með það. Í fordrykk fyrir áður en fólk ber á svo. Já, eða það. Það nú ekki verra. Jú, stór hluti okkar náttúrulega kúnnahóps fólk sem að koma úr siglingum og kemur hérna í kjölfar þess. En þú ert með bakgrunn sem þjónn, það ekki rétt fyrir mér? Jú, lærur framreiðslumaður Framreiðslumaður, já. Og hefur verið í veitingabransanum áður og það þú sem að setja saman matseðilinn ykkar hérna? Nei, sko ég með yfirkokk, Sonja Rutt og hún sér matseðilinn, en þar sem að reynslan kannski meiri mín, hún er nýútskrifuð, þá læt ég hann að hafa kannski einhverja beinagrind hvað ég og kona mín erum að hugsa og hún fær síðan að klára og svona koma með sínar hugmyndir þar. Setja sinn svip á það. Ég kannski segi bara ég vil hafa lamb og hún útfærir síðan bara hvernig lamb það eða ég segi bara ég vil hafa þorsk og svo kemur bara þessi
flotti þorskréttur frá henni. Hvað finnst þið vera svona skemmtilegasta við að reka veitingastað? Það bara fjölbreytnin, bara bæði fólkið sem við hittir og hittir alls konar fólk og svo náttúrulega bara engin dagur eins, þannig lagað séð. Það eru rólegir dagar, það eru mjög annarsamir dagar, það eru tónleikadagar og við erum stundum upp til 3 á nóttunni með barinn og það eru langir og skrautlegir dagar, þannig að þetta er allavega, þannig að þetta er mjög fjölbreytt og skemmtilegt. Bara að lokum, finnir þú eitthvað fyrir þessari Norðurstrandarleið sem er búið að auglýsa svo grimmt? Nei, ekki ennþá. Nei? Ekki ennþá, svona neinu, sko ekki að ég geti merkt það, en eins og sé ég er náttúrulega líka nýr, þannig að ég kannski upplifa ekki þannig og fólki sem kemur, það kannski segir mann ekki að það hefur verið á Norðurstrandarleið. Nei. En svona ef við förum út í annað með það, þá náttúrulega erum við að taka í gegn ennþá meira spennandi leið að mínum að það er að taka Demanshringinn sem er verið að byrja að auglýsa upp núna, sem að byrja eiginlega bara, ef maður mætti segja, hjá Goðafossi og kemur í gegnum Húsavík og upp í Ásbyrgi og Hljóðakletta og Dettifoss og þaðan upp í Mývatnssveit. Og þannig að það er alveg glæsilegur hringur sem að þar er á ferðinni, þannig að menn bíða bara eftir að menn opni og vonandi halda þá kannski einhverju vetraopnun á vegum. Já, það ætti alveg klárlega að geta tregt að fólk. Ekki spurning.